Nú hæfileika samkeppni sjónvarpsins lokið og hér eru sigurvegararnir mættir, Dolli og Doddi. Maður fer nú bara alltaf að hlæja þegar maður sér ykkur, ha? Jæja, strákar, hafið þið skemmt mikið? Já, það nú aðalega ég sem hef skemmt. Og þá fyrir honum. Þannig að þegar við erum að skemmta, þá gleymi ég alltaf brandarablöðunum heima. Þannig að við vitum ekkert hvað við erum að segja næst. Já, og hvað gerir þá? Þá segjum við bara eitthvað svona eða það bara herjum eftir ykkur. Jæja, eins og til dæmis eftir hverju? Þannig að, já, ég get náttúrulega hermt eftir einu hérna. Veistu hvað þetta hérna er? Ekki finnast mér þetta nú góða tvíbukur. Veistu hvað þetta er? Nei, Veistu það ekki? Nei, ég kemur nú ekki fyrir mig. Ekki finnast mér þetta nú góða tvíbukur. Tvíbukur. Kemum alltaf svona tvíbukur í endan svona. Nei, ég kannast nú ekki við hann. Hver er þetta? Þetta er Guðmundur Stefánsson. Býr á Framnesveginum, húsvörður. Guðmundur? Já, nei, ég þekki hann ekki. Viltu vera nattur? Nei. Ekki finnast mér þetta nú góða. Eruð þið með eitthvað annað? Já, það er Dolli. Þetta er dýrum. Já. Mikið. Já, svona dýr hann. Já, þetta er belja. Nei, þetta er kálfur sem er á súrfallifjum. Jæja, strákar, hvar skemmtið þið helst? Það er helst svona í afmælisveislum, mikið. Já. Svona þegar hann á afmæli. Svo erum við í fermingaveislum og brúðkaupsveislum. Svo vorum við að skemmta við jarðarför daginn. Af okkar. Og hvernig gekk? Það var nú frekar dauf stemning. Já, það náði svona upp í restina. Já, þeir fóru útbytt arfinum. Já. Jæja, nú ætla Dolli og Doddi að taka fyrir okkur verðlaunaskemmti atriðið. Gjörðu svo vel. Sko, þarna er venjulega hlegja alltaf. Og þannig að nú ætla ég að segja hérna sögur af afa mínum. Afi okkar, hann var alveg ótrúlega fyndinn orðheppi maður. Maður svoleiðis alveg við bókstaflega lá í krampa hlátri ef hann opnaði munninn og var svo fyndinn. Og einu sinni var það, afi var inn í eldhúsi með ömmu og amma var eitthvað að rífa sig og þá stakk afi aldeilis upp í hann og sagði svona við hana: Guðbjörg mín, láttu það! Sko, ég man ekki alveg hvernig það sagði það, sko, ekki orðrétt, en það var alveg ofboðslega fyndið eins og kom út úr honum, sko. Svo voru við einu sinni saman í útilegu, ég og afi, þá segir afi við mig, bara allt í einu: Dolli, Dolli! Ég man ekki alveg, ekki alveg orðrétt, en það var alveg ofsalega fyndið, sko. Svona eins og hann sagði það. Svo þannig að það hafði hann orðatiltæki sem var alveg frægt í sveitinni og svo fyndið, það var svona: Sko ég man það ekki alveg orðrétt núna, en ég man bara að það var alveg ofboðslega fyndið og það kom svo fyndið út úr honum alltaf þegar hann sagði það, sko. Sko ég gæti alveg haldið áfram núna í marga klukkutíma bara með sögur afa.